Þeir eru alveg 4-2 sigur hérna í Grindavík. Ég trúi ekki að þú sett bara mjög kátur og sáttur með þína menn í dag. Það væri skrítið að segja eitthvað annað. Ég er hrikalega hamingjusömur með þetta. Við vorum heppnir að lenda ekki undir 1-0 en svöruðum því frábærlega með að komast yfir og skoðum svo annað og fyrir með 2-0 í hálfleik og vorum kannski að halda mikið of mikið að reyna að halda í forystuna þarna á tímabili eða framan af seinni hálfleik. Þeir skora aukaspyrnumark sem eitthvað deflection og svoleiðis. En mér finnst við svara alltaf þegar þeir komu með mark. Þá vorum við fljótir að fara upp hinum megin og skora og við hefðum alveg getað að skora fleiri mörk. En ekki það, hinir hefðu getað gert það líka. Það var bara skemmtilegur leikur. Komið bara mjög vel stemdir leikinn, maður svolítið sá það og kannski frammistaðan út leikinn. Man fannst kannski Völsungur vera betri aðilinn og bara svona ofan á kannski svona meira og minna bara í leikinn. Hlýtur að vera, bara eins og þú segir, líka bara ánægð með hvernig frammistaðan og hvernig héldu þetta út. Ég er það alveg 100%, ég geti talið upp. Já, ég veit ekki hvar ég ætti að byrja og jú, ég reyndar veit hvar ég ætti að byrja en það eru ótrúlega margir leikmenn sem voru bara eiga glimrandi frammistöðu eins og þú segir og ég er ánægð með það og byrjum orkustíð hátt og náum að halda því svona hér bil út 90 mínútur og já, ég er ógeðslega glaður. Þú kannski veist ekki alveg hvað ég byrja. Ég ætla allavega að nefna eitt leikmann, Jakob Héðinn skorar þrennu í dag og verður heiðurskeytning í lokin. Bara ef þú heitir Jakob þá getur þú skorað í Völsungi. Er það svoleiðis fyrir norðan? Já, allavega þessi tveir. Jakob Héðinn er ótrúlega hæfileikaríkur leikmaður og bara hefur verið að rísa þvílíkt. Hann átti ótrúlega góðan seinni hluta á síðast ári og tók veturinn sem var mikill stígandi í og hefur svona, já, maður var að bíða eftir markinu því að maður vissi að það gef honum mikið sjálfstraust og þegar það kom þá hefur þetta, já, hefur maður svona, vissi maður að þetta væri til en til að ná niður á jörðina þá sagði pappans mér eftir leik að hann hefði átt að skora 6. Og ég meina, 2 af þessum mörkum hjá okkur koma bara beint í kjölfarið, beint eftir að Grindvíkingar minnka mun, hlýtur að bara líka hafa verið, já, maður sá það bara mikill léttir að ná einhvern veginn að búa aftur til þessa 2 marka fórst. Já, sko, þegar þeir skora 3-2 þá fannst mér ekkert í kortunum að þeir væru að fara að skora og þá kemur aðeins kannski, já, kom skjálfti á bekkinn. Við fengum held ég gult fyrir eitthvað, ég veit það ekki, en það var ekki skjálftinn á vellinum. Þeir bara aftur svöruðu marki Grindvíkinga með glæsibrag og voru fljótir að kvitta fyrir það. Smá ósátt á bekknum við hvað annað mark Grindvíkinga, 3-2 marki, og vildi fá hvað brot í aðdraganda sem gerist beint fyrir framan ykkur? Já, það var brot en ég er ekki að fara kvartið í dómgæslu. Ég hef reynt að leggja það var að mér gera það ekki og ég ætla ekki að gera það. En ég meina bara frábær byrjun allavega hjá Völsungi mótinu, 13 stig og eru allavega núna sem stendur í 5. sætinu, eigi núna, hvað er ekki, Fylkir og Heimavelli í næsta leik. 2 leikir þá móti hálfna, þá allir búin að spila móti öllum. Bara fyrir þessu 2 leiki, hvernig leggst framhaldið í þig og bara byrjunin? Já, ef við afgreiðum byrjunina bara til að byrja með þá erum við með 13 stig og svo segir það einhvers staðar hefði maður viljað ná fleiri og einhvers staðar kannski stálu einhverju, ég veit það ekki en ég held að við séum bara að gera þetta þokkalega. Við erum ekki að fara fram úr okkur og við erum ekki að dvelja mikið í fortíðinni. Það er bara eins og ég segi, þegar við erum búin að fagna þessu og komnir eitthvað á stað þá bara er fókusin á Fylki á Heimavelli og það er bara eitthvað sem við setjum upp og já, gerum bara eins mikið og við getum úr þeim leik og þá vonandi bara löpum við sáttir á velli á laugardaginn næsta. Það leit til að mikið ganga vel.